Arnar, þetta kallað þetta meistarasigur? Ef þú ætlar að vera, við getum kallað hann, ef þú ætlar að vera meistara þá þarf að vinna svona leiki. Með karakter og dugnaði, veist, mér fyrri hálfleikur var gersamlega frábær og okkar hálfu og slopp í síðustu 5 mínúturnar og hleypti minni leikir reyndar með þvílíku marki einstaklega skæði frá Patrik og bara geggjaði leikmaður og síðan í seinna leik var bara tók við leikur sem var bara alls ekki meira skapi. Hann var meira skapi hvað hann var skemmtilegur en þetta var bara þvæla frá upp að til enda því hann var svo opinn. Og þetta ekki leikur sem við stöndum fyrir og náðum aðeins að laga þetta með skiptingunum, aðeins betri strúktúr. En svo einhvern veginn lá bara í loftinu, það voru fleiri mörk í honum og sem betur fer þá fjall okkar megin. Og einmitt Tarík óvænt hetja. Já, bara eitthvað eye of the tiger í þessu strák sko. Það eitthvað, horfir í augunum og hann bara vill þetta og greinilega fór aðeins út af brautinni í Danmörku meiðsli og eitthvað svoleiðis en að koma til Íslands hrikalega vel spotta hjá Davíð Smára, að spotta hennar dreng sko og kemur og bara maður sér eitthvað í honum, ekki bara fótboltaleg gæði, heldur bara hvernig hann spila leikinn, hann mikið hjarta og sál og fyrir hann að koma inn í okkar strúktúr og negla hann svona frá fyrsta degi bara ótrúlegt að, veist, ég segi það á fundum allt svoleiðis að vinstri bakvörðurinn á að vera fyrir utan teig og tilbúinn að taka skotin en hann bara, veist, það þarf samt aga og hugrekki til að negla þessar stöður og hann bara búinn að gera frá fyrsta degi. Bjóstu við sigurmarki í stöðunni 2-2? Sko, þetta náttúrulega, maður kannski aðeins eldri en 2 vetur í þessum bransa sko og það var einhvern veginn í loftinu það myndi koma mark en sigurmarki, veist, ég bjóst alveg við frá Valsændi líka, þetta var einhvern veginn þannig leikur, það voru mörk í þessu leik klárlega frá fyrstu mínútu, Valur fekk dauðafæri fyrstu mínútu og svo fengum við held í 3 eða 4 dauðafæri á hann að við skorum loksins, þannig að þetta var bara mjög opinn leikur og Valur voru, veist, þeir svindluðu svolítið í varnarleik og voru að bjóða upp á opinn leik, svindluðu og jákaði merkingu þessu, skildu 2-3 menn eftir og við áttum erfiðleikum bara með að díla með það, við fáum ekki oft svona mótira og það gerir stundum í úrslitaleikjunum þegar liðið koma á mæta okkur og þá einhvern veginn saman bara FH í síðasta leik, það verður opinn leikur og sem við erum bara alls ekki vanir og hvað þá í Evrópuverkefnum okkar, þannig að þetta tekur á og þannig að við þurfum bara að aðlagast í leiknum meðan að leiknum stendur og sem betur fyrir að náðu loksins á síðustu mínútin aðlagast vel. Þeir í harðri baráttu við Blika á toppnum, hvernig metur toppbaráttur? Sko, mér finnst bara hrikalega hrósa á Blikana hvað þeir eru búin að fyrstulega bara hangi í okkur að þeir eru búin að leiða allt mótið, þeir eru búin að sýna gríðarlega karakter, klára sína leiki mjög vel, bæði mikill þrautseigja í liðinu. Þannig að veist, þetta bara minnir svolítið á tímabil 21, þar sem bæði lið vinna sína leiki, klára sína leiki á dramatískan hátt, erfiða útileiki, erfiða heimaleiki, bæði lið klára og svona það virðist að stefna í draumúrslitaleikin en það eru erfiða leikir þangað til, við fyrir fyrst í Evrópuleikin og þurfum að klára okkar verkefni þar en þetta mjakast í áttina að verði svona draumendir fyrir knattspyrnuna endur. Næsti leikur, það fyrsti leikur Víkinga í sambandsdeildinni, hljótið að fara sáttir sérstaklega eftir þennan leik, komið inn í hann? Já, getur eftir ímyndað maður, það var erfitt að sitja í flugvélina og stöðunni 2-2, það hefði verið ekki slæmúrslit, ég er ekki að segja það, en að fara núna með 3-2, erfiður útivöllur, búin að klára það, Valur mætti Breiðablik næst og við mættum held í Stjörnunni, þetta bara, úrslitakeppnin búin að vera virkilega sterk fyrir bæði lið hingað til og svo náttúrulega heldur baráttan núna með okkar sigri núna því líka barátta komin í 3. sæti líka, þannig að það eru liðana fyrir aftan okkur sem að þurfa líka að gefa toppliðunum góðan leik en að fara í flugvélega með þetta í farteskjunni virkilega gott. Hvernig svona metru líkur ykkur á móti Omnamia? Ég held að það virðist vera svona besta lið sem við fengið í sumar í Evrópukeppninni og það eru því meira sem að horfir á þetta lið, það eru ákveðnir möguleikar þarna en við þurfum, ef við spilum svona í kvöld þá verður okkur rústa, ég get lofað því, þannig við þurfum miklu agari í varnarleikum, við þurfum þetta flæði í sóknarleikum, jú, en þegar við missum boltana og svona, þá megum við ekki vera svona sloppið, þá er bara refsa á þessu leveli, þannig að við þurfum svo sannarlega að mæta vel undirbúin til leiks og ég held samt að ef við eigum topp leik, að þá eigum við að geta náð í ykkur úrslit, hvort það verði jafntefli eða sigur. Takk hérlega, Arnar.